grein í MBL við Patrik Atlason, við höfnum öllum cookies alltaf. Sko, hérna kemur grein fyrirsögn sem í fyrsta lagi ætluð til þess að vekja að sjokkera og fá fólk til að tjá sig. Konan hugsi börnin og karlinn peningana. Þetta ekki það sem hann segir í fyrsta lagi. Kíkjum á það. Tónlistarmaðurinn Patrik Atlason vill að konan hans þurfi einungis að hugsa börnin, heimilið og sjálfa sig. Hann geti verið með peningaáhyggjur. Þetta var meðal þess sem Patrik ræddi við bræðurna Snorra og Bergþór Másinni í þættinum Skoðanabræður, en að ræða hlaðvarpsþætti sem þeir bræður halda úti. Í þættinum farið víðan völl en vangaveltur þeirra á skoðanir og hlutverkum kynjanna vekja nokkra athygli. Fólk gabbað á vinnumarkað. Þetta það sem kapítalismin og þessi stóru félög vilja gera, að konur verði career-driven sem bara allt í lagi. Ég held að maðurinn eigi að vera career-driven og leggja alla sína orku í það og hún á að vera nurturing, segir Patrik og bætir við að innkoma heimilina geti verið helmingi meiri ef karlinn væri svo eini career-driven á heimilinu. Sko það ógeðslega villandi að setja þessa fyrirsögn vegna þess að Patrik Atlason, Pretty Boy Choco, segir hann vill að konan hans þurfi einungis að hugsa börnin, heimilið og sjálfa sig. Hann geti verið með peningaáhyggjurnar. Hann ekki að segja, sko ef hann hefði sagt að konan eigi að vera með einungis að hugsa börnin, heimilið og sjálfa sig, hann getur síðan rest, þá erum við eiga allt annar umræður. En að fólk skuli reiðast yfir þessu, það bara næri ekki nokkur átt. Það allir að ljúga. Allir kallmenn að núti að ljúga sem að segja það að þeir myndi ekki vilja vera í þeirri aðstöðu að konan þurfi ekki að vinna. Þeir væru það vel stæðir að konan þyrfti ekki að fara á vinnumarkaðinn. Það eru allir að ljúga sem segja eitthvað annað. Það allar konur að ljúga sem segja að þær myndi ekki vilja að vera í sambandinu sínu, ef þær ættu fjölskyldu með manni. Það eru allar konur að ljúga sem segja það að þær vildu að þær veru neyddar út á vinnumarkaðinn, út af peningaáhyggjum. Þannig að allir vilja vera í þessum aðstæðum sem Patrik að tala þarna, samt fólk svo staðráðið í að væla og móðgast yfir einhverju að það sett út á þetta. Það bókstaflega ekki hægt að setja út á þetta sem hann að segja. Ef þú notar 10% af heilanum í þér, þá ekki hægt að setja neitt út á þetta. Ef þú lest fyrirsögnina eða eitthvað sem einhver annar hefur sagt þetta, þá getur örugglega haft nóg til að væla yfir. En ef þú lest það sem hann segir þarna, orðrétt, þá þarf að vera eitthvað að þér til að þú getur sett eitthvað út á þetta. Bara grínlaust. Höldum aðeins áfram. Ég held að þau vilja þetta því þau vilja hafa okkur bæði á hjólunum, en þá náum við styttra, segir Patrik sem útskýrir fyrr í þættinum, að sá sem ákvað konan og karlinn ættu bæði að vera á vinnumarkaði hafi einungis stefnt að því að græða meira. Þetta rétt hjá honum. Það mjög áhugavert að menn hafi gabbað alla út á vinnumarkað og kalla það svo frelsisbyltingu, segir Snorri þá og Bergþór bæti við. Það ógeðslega fyndið að þú hefur sagt þetta fyrir kannski 4 árum, þá þau bara ferillinn búinn. Nú fólk bara já, snilld, sem segir ýmislegt það sem það hefur gerst í þessum málum. Konan þarf að hafa tilgang. Þetta bara mín skoðun og ég og kona mín sjáum framtíðina þannig. Auðvitað þarf hún að hafa sinn tilgang og eitthvað, en ég the go-getter, skilurðu, segir Patrik til að útskýra afstöðu sína. Snorri virðist ekki ýkja ósammála viðmælanda sínum og bæti við. Ég hugsa líka allir kallar, alveg óháði að auðvitað eru bæði kynin frábæri í alls konar störfum og mjög góð í alls konar drasli, en allir kallar myndi vilja geta haldið upp í heimili sínu á þess að konan þyrfti að vinna. Að sjálfsögðu myndi þið vilja það. Það æðsta takmark. Karlmenn oftast með áhyggjur af peningum. Loks segir Patrik að hann vilja konan hans þurfi einungis að hugsa börnin, heimilið og sjálfa sig. Gefðu með peningaáhyggjurnar. Af því að ég held að karlmaður sem að gerður fyrir að hafa peningaáhyggjur, segir hann og Snorri tekur undir. Það nefnilega málið. Ég tengi við þetta vegna þess að karlmaðurinn hefur á endanum peningaáhyggjurnar. Þú veist það þannig á flestum heimilum. Við ætlum að kíkja á komment sem komu undir þetta á DF, 122 ummæli og við ætlum ekki endilega að lesa það öll, en eitt segir kallmannlegt svona að menn að vera og eitt segir jú, PBT, Pretty Boy Choco, akkurat holdgerfingur kallmennskunar. Gummi Týr, sumir virðast hreinlega móðgast við að heyra þetta. Í alvörinu svona skemmtilegt kæru konur og kalla líka að heyra vakna snemma, slíta sér út fyrir atvinnurekandann sem kann ekki að meta þig.
Ef þið gætu lifað á einni innkomu, myndið þið í alvörunni ekki frekar vilja sjá almennilegum börnin ykkar, frábælega sagt. Frekar en að koma þreytt heim á kvöldin með 0 orku eftir í þau. Það er líka gott að eiga vinnufélaga og félagskap utan heimilisins fyrir geðheilsuna. Það er dimmt og kalt 9 mánuði á ári. Get ekki séð, ég held að fólk móðgist ekki beint, en vill kannski ekki einangrast. Þess vegna sagði líka Pretty Boy Choco að hann vildi að konan sín þurfi þess ekki. En að konan, vilji gera eitthvað, fara í hlutavinnu, bara nefndu það. Það er bara allt önnur umræða. Ef þú ert ekki neyddur út á vinnumarkaðin, út af fjárhagsáhyggjum, þá ertu búin að ná markmiðinu sem að Patrik Atlason er að tala um. Ásbjörn Kristján, ef þessi snúið við og við kallmenni varum heima að hugsa börnin og heimilið meðan konan var í útivinandi og sæjum fjármáni líkt og fasti liður svo venjulega, þáttu liður sem voru sýndir á RÚV 1985, þóttu sprengklægilegir, en þeir eru kannski ekki svo óhugsandi í dag. Þetta er góð umræða en við höfum oft talað um það og það er margbúið að sýna frá því að konur sem að ein af stærstu ástæðum skilnaða samkvæmt rannsóknum sem að haldið utan slíkt, það er svo að konan telur sig hafa farið fram úr manninum og hann sé henni ekki lengur sambúðin. Karlmönnum er alveg sama þótt að konan sé mun læra í þessum, social steganum eins og maður getur kannski að tala. Karlmönnum er alveg sama svoleiðis, konum hins vegar virðist ekki vera eins oft sama svoleiðis. Og ég veit að það eru konar núti sem segja mér er alveg sama, hugsa þetta svoleiðis, ég hef oft spurt konur sem segja þetta að því, ef að þú ætti mann sem að ætlaði bara að vera heima, hann hefði engan áhuga að fara út á vinnumarkaðinn og myndi segja að þú ætlaðist til að þú myndir sjá fyrir honum. Það er rosalega fáar hvort að kona myndi vilja vera með honum áfram. Það er rosalega fáar konur sem að segja já við þessari spurningu þegar að hugsa þetta þann hátt. Fyrir flesta kallmenn, þá er þetta draumurinn. Svo lengi sem að hún er að gera sinna því sem það þarf að sinna heima fyrir. Þetta er bara ólíkur hugsunarháttur kalla og kvenna og hverju við leitum eftir í hvort öðru. Það er ekki hræðilegt. Ok? Dröfn spyr, fæ ég helmingin af launum hans eða þarf ég að betla? Í fyrsta lagi, vel svara hjá Gumma, vonandi maðurinn ekki skítall, átti ekki að þurfa að betla neitt. Kallmaðurinn, ef þú valdir þannig mann og þú ert að betla eða þetta sé ekki sameiginlegu fjárhagur þó að hann sé að koma með peningana heim, þá valdur þér ranga mann. Punktur. Og þá spyr hún af hverju á konan að vera heima yfir börnunum með enga sjálfstæða innkomu og enga félagskap utan fjölskyldunar. Og ef þetta er hugsunin akkurat þegar kona eða tíma í afla sem menntunar eða sjá fram á að bara heima með alla sína hunda og passa upp á að maðurinn fái heitan kvöldmat, í fyrsta lagi þá var þetta ekki það sem var sagt, það var ekki heldur þarf ekki annað. Hún þarf ekki að fara út á vinnumarkaðinn. Þannig að já. Og í öðru lagi þá er 100 sinnum algengara burnout hjá konum, framakonum sérstaklega, sem er í svona corporate störfum þegar koma yfir myndi 30 og 40 vegna þess að þessi leið, þetta er ekki uppfyllandi fyrir neitt. Það er ekki uppfyllandi fyrir menn að vinna heldur vinna eins og skepna. Það er ekki fulfilling nema að gera það fyrir einhvern tilgang. Hvernig er fólk að kommenta neikvæða hluti hérna? Ef hann vill þéna fyrir heimilið og skipta verkunum eins og fólk hefur gert í 1000 ára, má hann ekki gera það. Öfund, því það að vera heimaðandi, stolt húsmóðir og ala upp börn sín og engin leikskóli eru forréttindi fárra. Rétt hjá henni Hjördísi Vilhjálmsdóttur hérna. Gott og blessað ef konan sjálf vill þetta, en hann einnir með valdi við peningunum en ekki konan. Það er hægt að fá sameiginlega reikning í dag, mann nennir ekkert að ræða svona. Það eru til tilfelli sem kallinn heldur konum í fjárhagslegu fangelsi, en það er ofbeldissamband og á ekkert slíkt við eðlilegt samband eins og við erum að ræða hér. Ég nenni ekki að ræða þetta ofbeldisdæmi sem eru undantekningar. Það er líka þá er þetta að byrja að tala um ef maður lemur hana og eitthvað svona, já, við erum komnir út í allt aðra umræðu. Þetta er ofdegra sjálfhverfa barn, vel sagt Lovísa Sigurjónsdóttir. Að því að hann vill vera góður fjölskyldufaðir og góður provider, þá er hann ofdegra sjálfhverft barn. Vel gert, hann er hjóla beint í málstæðin en ekki mannin, eða svoleiðis, vel sagt.